Já, verið velkomnir áhorfendur góðir hér í KA TV. Hér að hefjast síðasti heimaleikur KA Þórs í Ólafsdeildinni í vetur og fáum vonandi skemmtilegan leik. Ágúst Stefánsson heiti ég og með mér enginn annar en Egill Ármann Kristinsson. Velkomin Egill. Æfina, takk kærlega fyrir Gústi. Og komin í nýtt hlutverk. Já, ég ákvað að bregða mér hann upp í stúku, blaðamannastúku í smástund, taka einn leik, prófa að sjá svona hina hliðina. Já, það bara magnað, gaman að fá þig. Eins og segi, þetta svona fyrirfram á alltaf svo sem reikna með að KA Þór eigi þetta vinna þennan leik, Afturelding án stiga í deildinni. En við skulum ekki gleyma því að Afturelding hefur átt nokkra leiki vetur sem hafa hangið vel í anstæðingnum, þar að meðal í Eyjum. Já, bara síðasti leikur, áttu bara hörkuleik á móti IBF í síðasta leik, þannig að þetta klálega eitthvað lið sem við getum ekki verið að vanmeta. Nei, algjörlega. Það spyrir hvernig fyrir mig bara að renna yfir lið gestana. Þær eru reyndar svolítið fámennar í dag, en það villu oft bara þjappa fólki bara meira saman. Þá meiri ábyrgð á hverjum einum. Við sjáum þetta í markinu Tanja Glóey Þrastardóttir og útileikmenn svo Anna Katrín Bjarkadóttir, 10 Hrafnhildur Hólm Gunnardóttir, 11 Silvía Björk Blöndal, 13 Brynja Ragnar Ragnarsdóttir, 17 Drífa Garðarsdóttir, 18 Lovísa Hlíf Helendóttir, 25 Þórhildur Vala Kjartansdóttir, 27 Susan Ines Gamboa og 38 Katrín Helga Davíðsdóttir. Þjálfari svo að sjálfsögðu Guðmundur Helgi Pálsson. Já, við kannski svona það sem við þurfum mest að horfa á í liði Aftureldingar í leiknum hérna nummer 11 Silvía. Hún búin að vera, þeirra markahæsti leikmaður á tímabilinu, og svo það kannski Katrín Helga Davíðsdóttir sem búin að vera svona, hún næst markahæsti leikmaðurinn hjá þeim. Já. Og svo vitum við náttúrulega að Susan, hún getur bröðið sig í allra kvikmyndalíki, markmaður, línumaður, skytta, bara hún bara allstaðar. Já, það ekki bara Vassbergir sem hann eftir það. Það er örugglega búin að tækla. Örugglega búin að prófa það líka. Já, hún skemmtilegur karakter og algjörlega óhrætt við að láta bara vaða eins og villu oft erfitt að fá einhvern í markið sem ekki velilega markmaður. Þetta er bara alveg liðsmaður. En já, talandi að fá kannski einhvern í markið sem kannski vandur verið í markinu. Að vísu náttúrulega alltaf Sunna Guðrún Pétursdóttir til staðar, en með henni svo Arna Valgerður Hellingsdóttir. Arna einmitt líka alltaf óhrætt við að bregða sér í ný hlutverk. Já, hún búin að vera aðeins í marki á æfingum svona, hefur ekki getað spilað sem útileikmaður út af meiðslum og þá hún brauð sér marki á æfingum, þannig að hún til taks ef allt fer á versta veg. Já, ég hef fulla trúin, hún hefur hæðina, hún hefur handboltavitið og allt. Ég mjög spenntur að sjá hvernig hún fái að spreyta sig. Já, við skulum vona ekki. Já, svo við kíkja á útileikmennina. Númer 3 svo náttúrulega sjálfsögðu Aldís Ásta Heimisdóttir. Númer 4 Júlía Sóley Björnsdóttir, mætt aftur eftir utanlandsferð með menntaskólanum. Númer 5 Anna Mari Jónsdóttir. Númer 7 Katrín Viljánsdóttir. Númer 8 Marta Hermannsdóttir. Númer 9 svo mætt aftur Erla Leiður Tryggvadóttir. Hún líka búin að klára öll hlutverk sem eru til utan við liðið undanfarin ár og mætt hún bara aftur á völlin. Heldur betur. Ánægð með þetta. Númer 11 svo Kristín Aðalheiður Jóhannsdóttir. Númer 13 Anna Þyri, hoppum yfir hana, en númer 17 svo Unnur Ómarsdóttir. Númer 18 svo Rakel Sara Elvarsdóttir. Númer 21 Hulda Bryndís Tryggvadóttir. Númer 22 Ásdís Guðmundsdóttir. Númer 25 Rut Arþur Jónsdóttir. 27 svo Hildur Lilja Jónsdóttir og þjálfari svo sjálfsögðu Andri Snær Stefánsson, hún til aðstofar Sigþór Árni Heimisson og Iðunn Elva Bolladóttir. Engin Egill Ármann Kristinsson að bettum þessu sinni. Nei, hann verður upp í blaðamannastúkunni. Þetta er áhugavert að skoða hérna eins og segi, hina hliðina á vellinum. Já, bara bókstaflega. Bókstaflega. Þetta verða staðinn hjá okkur og það eru gestirnir sem byrja þetta. Ég held sé mikilvægt fyrir okkur núna að ná góðu starti og þú veist, við viljum slíta frá okkur sem fyrst, en þetta verður hörku vinna fyrir okkur að koma okkur í þá stöðu að ná forystu. Sammála því. Og eins og segir alltaf, og farður líka oft blóð á tennurnar ef þú nærð að hanga í þessum sterkari liðum og þá alltaf, eins og segir, verður verkefni erfiðara. Heldur betur. Sjáum hvað að gera hér.
Fín vörð, Aldís Ásta, er ekki bara hann annað löglega stopp á 30 sekúndum. Já. Sjáum hérna nummer 11 er Silvía sem er þeirra markahæsti leikmaður á tímabilinu. Brotsið á henni, höndin er uppi, já. Það er mjög gott fyrir okkur að tengja þetta, að koma varnarleiknum alltaf í gang. Við erum búin að byrja illa síðustu leiki, við erum að fá mikið að færum á okkur og mörkum. Þannig að þetta lofa góð allan til að byrja með. Já, nýsendur sendið hérna á línuna, við komum á okkar fyrstu sókn. Og boltinn í hornið og Unnur í gegn og klárar þetta frábærlega. Já, fyrsta markið komið. Það byrja vel, góð vörn og mjög auðvelt færi fyrir Unni. Virkilega vel klárað. Þetta var svona eiginlega hálfgerð seinni við náðum að halda tempónu þokkalega og fyrir vikið flottur boltinn í hornið og Unnur náttúrulega algjörlega mögnuð að klára sín færi. Heldur betur. Eins og ég var til að sjá fleiri í húsinu, það vonandi tikkar aðeins inn þegar líður á þetta. Þetta fjallið sé aðeins að taka á okkur í dag. Sól og blíða eins og vanlega hérna á Akureyri. Já. Næja, fín hreyfing hérna en Sunna mætt í rammanum, vel gert. Og Aldís upp í gegn og skorar af harðfylgi. 2 mínútur í kjölfarið. Það er Katrín sem fer út af í 2. Ítir aðeins á eftir henni. Já, ég hef kannski búist í spjaldinu, finnst að leikurinn svona nýbyrjaður. Já, ég er reynda sammála því, kannski óþarfi að hendi 2 strax. Já, en nei, Jón Karl og Bjarni eru að taka fast á þessu strax. En nú erum við búin að fá 2 varnir hérna, 2 auðvöld skot fyrir Sunnu. Þannig að við skulum vona náum að halda því aðeins lengur allavega áður en fyrsta marki kemur. Já. Við ætlum að vera okkar aðalsmerki þessi öfluga vörn okkar og eins og segir, mikið að byrja leikina strax. Já. Við vorum alltaf í vandræði með til dæmis í síðasta leikar en að ná fyrstu stoppunum okkar en nú eru komið 4-5 stopp bara strax á eftir 2 mínútur. Já. Já, við erum bara þolinmóðar. Boltinn gengur hægt á milli. Það hefði ekki greinilega að leyfa mikið í dag. Nei, guldspjald á röð þarna. Það var einmitt ný sókn, þetta er svo sem vel þegið fyrir gestina. Það vantar meiri ógn á þeim, annars kemur höndin bara aftur upp. Fín hreyfing, boltinn í stöngin hins vegar og dæmt lína allt í sig. Já. Flott stúnsmynda þarna, losaði sig við Rakel sem var kom ekki sér full framalega. Þeir vantar að koma sér í betri stöðu 1 á 1. Það er að koma það sem er auðvitað að hjálpa þegar það farið í 1 á 1 stöður. Já. Höndin upp aftur og það er klaufangur á þeim. Og Sunna frábær varsla og Unnur næri ekki valda boltanum hana. Já, Sunna byrja vel, 3. boltinn hennar. Já, hún hefur eiginlega engan áhuga á að Örnu spila í dag. Það sé ekki bara mjög gott. Og Unnur stelur sem frábærlega, er með Rakel með sér en klárar þetta bara sjálf. Nei, í stöngina. Þetta, Ágúst, var mjög áhugavert. Já, ætlum við ekki bara að fagna því að hætti þessu sé ekki lengur í seinni. Þannig að þetta var líklega að rata þoka. Þetta er oft, það kemur smá panik þegar þú sér auðvitað marki og þú átt að skora. Já. Þannig að það hefur eitthvað gripið munni þarna. Já, það er alltaf auðvitað að sitja í stúkunni eða við sjónvarpið og gagnrýna að menn hitti ekki markið. Svolítið annað að gera þetta vellinum. Og þetta skot framhjá. Já, finnst ég að vantar svolítið bit í sóttarleikinu á gestunum að það eru valla komnir í alvöru færi. Og þetta er frábærlega gert. Rut og Aldís ná rosalega vel saman. Heldur betur, virkilega vel. Þú sér það að tæmingin og sendingun hjá Rut þarna er bara Aldís brunar inn á milli þristana. Og já, mjög erfið sendingur að taka og frábærlega kláru Aldísi. Já. En okkur vantar núna alvöru árósi frá afturhendingu. Kemur þetta sko beint á Sunnu. Þetta er rosalega erfitt. Sjáum Aldís brunar upp öllin sjálf og
finnur Unni og Unnur í gegn og skorar. Unnur þarf bara að hafa eitthvað í markinu, þá er þetta ekkert mál. Miklu betra. Annað markið hjá Unni og taka gestinni í leikli eftir aðeins 5,5 mínútur, staðan 6-4-0 og það er eins og ég segi, sko, það er alltaf að byrja sóknarlega og fyrir viki þá erum við að ná að keyra sér baki á þeim í kjölfarið og erum að hafa svona, við erum alltaf tekið venjulega uppstilda sókn. Nei, ekki ennþá og ég, sko, varnarleikurinn hjá K.A. Þór er náttúrulega hrikalega góður og hann á það að biti í sóknarleikinu hjá afturlendingu er ekki gott. Já. Þannig að þær þurfa kannski þetta eina mark til að svona aðeins að koma sér að stað. Hvað kemur eftir það verður frjóðlegt að sjá. Já. En Guðmundur Helgi hlýtur að vera að skerpa aðeins á sóknarleiknum og hlaupum tilbaka. Aðeins að reyna að stoppa í þessi seinni sóknir hjá K.A. Þór. Já. Já, hann vendi mikið á hausinn á sér, ég held að þessi hárið þetta er bara á hausnum í lag og bara þora að keyra á þetta. Það hafa alltaf engu að tapa. En á samanskapi held ég að Andri Snær sé að skerpa á sínum stelpum að þú veist ekki slaka á bensíngjöfunni, heldur halda áfram að keyra. Algjörlega. Það er líka bara skemmtilega fyrir alla, þá er líka auðvitað að rúlla liðinu og að fái allir leikmenn að taka þátt í þessu. Sammála. Það er líka mikilvægt í liðum að allir fái spila. Ég er ekki að sjá breytingu á gestunum mér. Það sé ekki bara sama lið og byrja leikinn. Mér sýnist það. Það kemur innlýsingin hérna. Og hörku skot fyrir utan. Fyrsta markið. Já, Katrín Helga með alvöru neglu þarna. Þarna var eitthvað í gangi. Þarna nýttum sér að koma svona smá rugling í talninguna við innlýsinguna. Þetta er bara það sem það þurfa að gera. Já, nýta sénsinn þegar sjá hann. Þá kemur Ásdís Guðmundsdóttir inn á í fyrsta skipti í leiknum eftir 6,5 mínútu. Já. En þegar ég segi, eiginlega fyrsta hufstila sóknin okkar. Rut keyrir á þetta, mætir henni engin og hún klárar þetta. Æja, þú getur ekki gefið Rut Jónsdóttir svona pláss. Og boltinn á línuna, Rut stelur honum, kemur honum fram og Unnur nær valda bolta, þeir bara sjálf og skorar. Eins og ég segi, það þarf bara að vera í markinu, þá er þetta ekki mál fyrir Unni. Nei, við skulum bara hafa markmanninn þarna. Já. Þær eru að reyna að leita aðeins að línunni, það þurfti kannski að hvíla í smá stund og vinna með línunni frekar. Með við varnarleikinu á K.A. Þór þá er það að loka rosalega mikið á línuspili. Já, reynaði sama áðan en núna er Marta Hermannsdóttir komin fyrir þetta. Hennar fyrsta varðarskot í dag. Fín vörn, ekkert af þessu. Aldís fer bara sjálf og skorar. Stefnir í langanda fyrir gestina ef það ætlaði ekki að bæta sinn leik. En á sama tíma hrós og okkar stelpur. Heldur betur. Hún loka vel og keyrir bakið að þeim. Það er mikla að keppa fyrir okkar stelpur með sigri í dag að þá höldum okkur inn í baráttunum deildarmeistaratitilinn svo framan sem að aðri leikir falla með okkur. Já, það var Fram og Valur að spila á sama tíma núna og svo eigum við Val í síðustu umferð þannig að eins og segir ennþá séns á að vera deildarmeistarar og sem ekki gleyma því líka að topp 2 er líka mjög mikilvægt upp á að sleppa við að spila í 8. úrslitum. Já, og svo erum við líka bara að horfa upp á það að reyna að fá mögulega Mattheu inn, þannig að lengri pása fyrir okkur geti þýtt það að hún væri komin fyrir. Algjörlega. Spjallaði aðeins við Mattheu á hann, hún var bara ótrúlega fersk en það er líka ástæðið fyrir því að hún er bara að taka nákvæmlega mjög rólega síðustu daga. Það er ekki komið svona 20 skot í andlitið. Já, því miður. Nei, það festist boltinn. Já, það sýndist mér líka hún Silvía í liði gestana fá hérna
eitthvað högg á puttan. En hún heldur áfram. Það var alltaf mjög slæmt fyrir gestin ef hún myndi lendi einhverjum meðslum. Búin að vera mjög öflug í vetur. Og nú fyrir maður að hugsa ef þetta fyrir að fara áfram eins og þetta að spilast þetta sóknarlega. Já, það er lína þarna. Spurningum að fá Guðmundur Helgi fara að koma Susan inn á sem er svona þokkalega fín í gegnubrótum. Það vantar að komast aðeins í gegnum vörnina. Einmitt. Þá líka kannski að dræða aðeins meira í sig og geta að lúsa bolt upp og að vinna mannin. Þannig að ég er sammála því. Akkurat. Og næst rosalega mikið. Setur hann í stöngin aftur og þetta er fótur. Þannig að við höldum boltanum. Já, maður svona, eins og þessi byrjun hefur farið greinilega mjög erfiðlega í gestina. Það sérðalegu það er svolítið andlýsi strax. Já. Og það er bara, stundum færðu bara þessa tilfinningu, það er ekki hægt að skora. En það er fyrir að komast yfir þessa tilfinningu. Kemur Marta milli þetta 2 og sækir vítið. Já. Það gerði Marta vel, þetta höfum við séð nokkur sinnum á fyrir í gámilinu. Heldur betur. Þannig að spurning hvort að fara á sinn stað niður í vinstra megin eða niður í hægra megin. Það er vinstri. Nei, heyrðu, við varum bara að lesa þetta. Já, gerði þetta Tanja að vinna smá heimavinnu. Marta klúraði líka fyrsta víti í síðasta leik og það var akkurat þarna megin. Þannig að ég sagði við henni að geyma að taka þarna megin, heldur að taka hinn megin bara til að byrja með og svo getur hún haldið sig við niður í vinstri. En hún klúrar ekki öðru víti nema að lætur hann ekki verja frá sér. Nei, það er ekki séns. Frábær vörn hjá Önnu fyrir að vanda í bakkaranum og skoti svo á miðjunni hérna frá henni Silju. En Sunna ver og eitthvað hérna 5. skot. Allt opið. Góð blokk hjá Ásdísi. Frákastið á Rakel. Og fer út byttu nú. Þetta lítur að vera... Það lítur að vera dæmt aukakast eitthvað því að þú mátt ekki standa út af vellinu með boltan. Hún gat ekki verið meira út af vellinu. Ekki veit alveg hvað Bjarni dæmdi þarna en hann alltaf var alveg vissi sinni sök. Frábær hreyfing af bolta. Og aftur að tengja vel við Aldísi. Aldís kom með 4 mörk. Ég er alveg enda að átta með hvað Bjarni dæmdi þarna. Mér fannst þetta ekki dæma neitt. Nei. Sem er eiginlega hálf ótrúlegt. Sjáum hvað að gera hérna. Já, fyrsta tilraunin í gegnubbrot. Já. Þannig að þarna sáu einhverja glufur. Já, sjáum að Guðmundur er að ræða eitthvað við Susan er að koma inn á. Það er KT að tala aðeins eftir á í símanum, þannig að Guðmundur sé ekki að heyra fyrst núna hvað við vorum að segja á hann. Já. Ekki tölu vitleysan hérna í KT-inu. Heldur betur ekki. Nú þurfum við að fá meira flót á boltan. Boltin í hornið og fínt færi og fer klára. Stoppar hann. Já, Lovísa Líf klára þetta vel. Og sammála þessu gullspjald á loft hérna. Hún Brynja Rögn. Kemur Marta á Rut. Og hún bara skorar. Já, skorar. Mér finnst Rut það var rosalega lítið fyrir þessu, svona hafði viljað einhverja aðrar sjá markaskorurinn í dag. En þegar þarf að halda þá klárar hann bara. Já. Er þetta ekki annað færi sem klárar í uppstöldum sóknarleik í þetta?
Þannig að núna erum við að fara í 5-1 vörn sem að tala fyrir leika ætla að prófa. Þetta aðeins að bæti í vopnabúrið. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta gengur. Byrja vel. Býttu nú eða ekki. Eitthvað misti ég að hvað annað þegar ég gerði það sér þarna. Þannig að, það byrja ekki vel að þannig að prófa 5-1. En við höfum eftir að sjá þar þegar við fáum leikmanninn aftur að við höldum í þessa 5-1 með Rudd fyrir framann. Og, ok, dæmur endanum. Þetta er eitthvað sem Aftureldingu eru að nýta núna. Yfirtala. En á samanskapi verður að sjá Káa Þór þétta rosalega inn og fá hornin inn frekar. En það verður að koma aðeins meiri færsla á bolta. Boltin gengur full hægt á milli. Finna þetta Súsan á línunni og Súsan skorar. Klárað. Ekki lengi að koma sér á blað. Súsan Inés Gamboa. Hún stóð vel blokkina og greip og kláraði. Og fer svo fremst hérna í 5-1 á Mörtu. Þetta var að fá aðeins meira pláss fyrir Rudd. Marta 1-1. Nei. Aldís. Fín vörn á Súsan þarna. Þá þurftum að fá árásin annar staðar heldur en beint á framlíkjandi mannin. Þarna, dreifir frá. Hörkufæri, Rakel. Já. Setur hann vel undir tönnur þarna. Þetta var vel útvært. Fyrsta markið hjá Rakel í leiknum. Og grun að þau verði fleiri með hvernig vel okkur er gengið að keyra praðan. Rakel er búin að vera yfir við kólan í markaskorun í síðustu leikjum. Rosalega duglega að stela metrum og líka með að klára færi sig vel. Þarna verðum við að sjá Katrínu klára betur. Hún er með allt markið fyrir fram sig, Sunna er bara mætt. Og Káa Þór komið með fullskipa lið. Sjáum þetta Sunna Guðrún með 6 varða bolta. Það er 67% varsla. Það er ansi gott. Það er virkilega gott. Rudd frábær snúningsvinda og klárar í kjölfarið. Manni finnst alltaf að hún sé svona 2-3 skref undan mótorinn sínum bara eiginlega alltaf. Heldur betur og bara virkilega vel klárað hjá henni skilur. Hún var ekki alveg viss hvort hún ætlaði að droppa honum í hotnið eða hvað hún var að gera. Þannig að vel klárað. Það voru aftur komin í framlíkjandi, maður er komin inn á. Þannig að þetta snýst alltaf okkur núna að koma þeim í óþægilega stöðu og fá fríkustinn og þetta er ekki alveg sem við viljum fá. Nei, þetta er svo við hættan við það að vera að spila meira framlíkjandi. Það opnast fyrir línuna. Og Súsan meiga það, hún er að rykkja hægri vinstri og svona. Hún er að láta þær hafa fyrir sér, það er bara virkilega. Og punktinn fer hún Katrín Helga. Og sjáu þið Sunnu. Sunna meiga það, hún er ansið mikill vítabanni og þetta gerði hún mjög vel. Þetta er rosa góð leikur fyrir Sunnu, bara þú veist, áfram að byggja sjálfstraust. Hún er búin að eiga góða leiki á og til, koma vel inn og er búin að vera frábær backup fyrir Mattu. Og aftur sjá samspil Aldís Rudd, virkilega vel gert. Aldís að skora sitt 5. mark úr 5 skotum. Eins og segið, þetta er rosalega vel gert. Rudd er að losa alltaf harðum tíma en Aldís má líka eiga það. Hún er að tífast að hlaupa inn alveg upp á 10. Mjög vel, við sjáum þetta er 5. markið hennar úr gegnabróti og bara 6 metra færi. Og sjáu þið Rudd. Þetta er það sem við viljum sjá þessari 5-1 vörn. Og skora. Þannig að aðeins að króa þær af, senda þær í smá vandræði, sendingavandræði. Þannig að það þurfa eitthvað að reyna að skoða líka, þú veist, ok, við fundum hérna Súsan inn á línunni áðan, þú veist, þannig að vera aðeins þolinmóðari og sýnilegri. Eins og segir, mér er líka gaman að sjá Rudd fram með. Ég vildi kannski ekki svona ungur, efnilegur hotnamaður sem er að
hlaupa eins og djöfla sér framann. Þarna er Röddugústi minn, þarna erum við bara að tala IBVF vörnina, þetta ekkert annað. Þetta er bara nákvæmlega það. Þetta bara svoleiðis. Stærsti maðurinn fremst. Maggi Steff. Já, og líka svona bara reynslan upp á hvar á að staðsetja sig og ekkert að hlaupa óþörfu. Já. Þetta er bara frábært. Hulda Bryndís komin inn á. Marta fær smá pásu. Og Aldís í gegn og skorar en búið að flauta. Já, ég er líka ánægð með Aldís sem búin að stíga aftur upp að komur svona nokkri leikir sem fannst hann eiga kannski gera aðeins meira. Þarna vel gert. En hún er búin að vera mögnuð og svo alltaf kemur þessi hérna línuna og Ásdís Guðmundsdóttir komin á blað. Já, við erum búin að vera að stíga þetta alltaf upp eftir hérna IBVF-leikinn okkar í Eyjum og Aldís þar á meðal. Átti hérna stórbrotin leikundaginn þar sem var með 18 sköpu færi. Já. Sem að ég held ég hafi bara ekki séð á tölfræðiblaði HB Stats. Nei, ég sammála því. Það var eiginlega ótrúlegu leikur hjá henni. Og enn er Susan. Já. Ég held að Gummi hefði átt að heyri okkur fyrr. Það verður fljótar að refsa og enn er Aldís eftir sending fyrir Rut. En þetta er bara málið. Við erum allavega lúkar út þegar við séum bara í betra standi, við erum að höndla hraðan betur og þær eru bara í bölvuðum vandræðum með okkur þegar við kerum á þær. Já, svo er líka bara að gera sig inn í svona leik og bara, það er svo auðvitað að fara í eitthvað vannmatt eftir afturölding framleikinn. Já. En afturölding hjálpa okkur eiginlega bara meira með að standa í IBVF og taka þetta vannmatt í burtu, sko. Já, þarna var Rakel sér að við það að stela boltanum, við náðum ekki alveg valda boltanum. Og hotnið er opið en það nýta sér það ekki og svo slök sending út af. Við erum að ná að senda þær í þessa sendingar vandræði með þessari 5-1 vörn og það er náttúrulega lykilatriði númer 1 að þessi sending hefði ekki gengið upp af því að þú vilt ekki sem framlíkjandi fá sendingu fyrir aftæði. Rut skorar og tvekjaðan brotthúsin, já. Susan byrðist afsökunar en þeir að sjálfsögðu út í 2 mínútur. Og nú er alveg spurning hvenar mómentið er að fara að dreifa álaginu meira. Við ætlum það kannski ekki að gera ósnemma og hleypa liðinum ósnemma inn í þetta. En ég held að Andri haldi í bara sína venjulegu skiptingar núna í fyrri hálfleik. Klári hálfleikinn, skoði svona fyrstu 5 mínúturnar í seinni og fara að rúlla. Já. Það kemur svona 1 inn í 1. Já. Frábær vörn hjá Huldu. Rétt. Þannig svo fótur á okkur í kjölfarið. Stígur Aldís út. Ógnar vel. Þá lokaði núna, loka sendinguna, yes. Og þetta er þetta vel leist á menn Sunna í markinu ver en frákasti er gestana. Það er eitt málið og það þurfa allar að standa í takt í vörninni. Ef það kemur smá feiti, eitthvað gleymir sér þá koma svona dauðafæri. Já. Þannig að það þarf að vera góð færsla á öllu liðinu. Kemur Rut og lokar. Hendin upp, boltinn í andlitið á Mörtu, Marta. Ef það ekki Mörtu rétt á bíturinn á jaxlinn. Tannar þenni sjálfur. Já. Sýnst þér í góðu með hana sem betur fer. En já, eins og við erum búin að segja, bara virkilega vel gert og stelpur að mæta til leiks algjörlega á 100
og það er einfallega bara að kaffara gestina, sjáðu frábær spilumennska. Og að spila vel, skilu, þetta er ekki eitthvað sem var að reyna að þvinga fram, þetta kemur bara, þú veist, láta boltan fljóta, fáum færi og opnanir, þetta er bara tveggja manna samvinna, mjög gott. Algjörlega. Og Ásdís með sitt annað mark hérna, staðan er 17-4. Já, við sjáum hvað hornamaðurinn til dæmis eins og Unnur er að koma langt inn þegar að boltinn færist yfir. Þá kemur sendingur út fyrir að loka hérna meginn. Þarna, já. Höndi komin upp, þetta eru áfram vandræði. Það er lítið að gerast, sjá Aldísi. Jájá, erum að spila þetta alveg þokkalega vel þessa vörn. Þurfum bara að klára þetta. Sérðu, núna kemur döðafæri eins og var að segja á, smá klikk og þá opnast þetta alveg upp á gátt. Algjörlega, þú komur aðeins svo mikið með hausinn í það að fara að keyra á þær. Það kom bara smá græðki. Já. En þetta var vel leist á afturlíku, það var ekkert paník þá höndin var komin upp og refsuðu þarna vel, Drífa með sitt fyrsta mark. Kemur Hulda í árás, vinnur, vel gert og Ruth inn í gegn, frábærlega klárað. Við erum eftir að rosalega stutta sóknir, við höfum rosalega lítið fyrir þessu. Nú vil ég sjá afturlendingu samt aðeins loka betur og hornamanninn komið betur í hjálpina og þú veist, testa þá frekar Rakelsur aðeins, Ruth er búin að fá mikið á opnun. Já, Rakel er búin að fá hvað, eitt færi og hún nýtti það. Já. Það er náttúrulega hotni en Unnur er hreyfanlega en já, við kastum svo kjölfarið. Já, þá viljum við bara fá þolinmæði aftur, en þá kemur þetta beint í kjölfarið. Ruth niður í hotni, það kemur Rakel Sara og toppar. Aftur klofið, annarskipti. Já, þetta færði fyrir að vilja að testa Rakelsöru. Þessi færi bara allt liðið yfir hinum einn. Já. Þetta er bara magna, það er sama hver hjá okkur, það eru allar upp á 10 og að skila sínu. En eins og var að reyna að byrja að segja á þann að Afturelding þarf bara að fara áfram í þessa þolinmæði eins og skila þessi marki á þann. Bara leita og nýta sér færi sem kemur. Áfram spil. Boltinn aftarlega þarna, höndin það komin upp í kjölfarið. Og smá vandræðaskapur þarna og þann skref já. Tímar eftir stað. Já, aldrei sást ekkert par hrifin en það staða 19-5. Það er alveg metnaður þarna. Alveg metnaður, það vilja alltaf meira. En ég, svo sem ef ég var andistæður, þá myndi ég kannski bara fínt að fá líka bara hreina uppstilta sóknir líka. Já, og þú veist, þú þarft að nota hverja einasta sens til þess að stilla upp líka þegar það er í boði. Á meðan þú ert að keyra líka. Ruth á Huldu, Huldan í hotni og Unnur í gegn og vippar í stönginin. Já. Það var smá tens að hún hefði getað að fara í sko þriðja í röði í klikki. Já. En það kom að þetta var stönginin. Það búið að tvísa þessu stöngin út. Smá fyrirgur í maður þarna en þetta var vel gert hjá henni. 15 marka munur. Og þetta lítur ansi vel út hjá okkur. Og enn er Ruth af alltaf. Og svo er Rakel Sara og boltinn endur á Sunnu, boltinn fram á Unni og Unnur er að skora. Frábært. Já, bara gaman að sjá hvað, þú veist, ok, þetta er svona smá, þetta er í fyrsta skipti sem við erum að fara í þessa 5-1 vörn. Hún er að ganga vel, en auðvitað er þetta brotætt, en að fá að prófa þetta núna í svona stöðu, þú veist, er þetta eitthvað sem getur notað eða er þetta eitthvað sem er ekki virkað? Algjörlega. Það er eins og ég segi, það er að loka leikur í deildinni, sem alltaf er næsti leikur, það er alltaf útilegum á móti Val
sem var rosalega mikið undir. Já, þar þurfum við að hafa eitthvað ekstra. Já. Og Aldís á Rakel skorar. Þarna samt sérum við sko, það alveg dágóðu tími liðin frá því að dæmdur fótur og þannig að við skorum. Og það ennþá helmingurinn afturkvæmlega eftir að bakka. Við erum komin bara 3 á móti 1. Þarna sérðu bara algjörlega svarta hvítu, bara það bara því miður. Það uppgjafa tónn í liðinu. Já, við viljum samt sjá meira. Við viljum fá betri sóknir, við viljum að það gera eitthvað meira. Þetta er hotnið, þetta er vel gert og já, Sunna loka nær. Fram á Rut. Og skorar 23-5 er staðan orðin. 6 mörk í röð hjá K.A. Þór. Já. Þórhildur með smá peppræðu á sitt lið, halda áfram og það er nákvæmlega sem við viljum sjá. Aðeins að bæta við sóknarleikinn. Já. Og fín vörn að vanda, eins og segi, stelpunnar eru ekkert að gefa eftir þó að staðan sé orðin 23-5 og annars þetta að hugsa vel gert. Já, fljóta að hugsa. Hendur hún bara beint tilbaka á Susan, hann að já, og kraftur í Susan snýri sig í gegn og kláraði þetta. Hún kom með 3 mörk. Það er helmingurinn af mörkum afturhaldingu, það er ekkert langt sem hún kom inn á. Nei. Afturhalding heldur áfram í 5-1 vörn. Það er rosalega mikið pláss hjá okkur og fáum sirkusmark. Já, það er bara veisla. Þetta var virkilega vel gert. Þannig að það er spurning hvort að Gummi vil ekki fara að detta aftur niður í byrjun seinni í 6-0 aftur. Það er rosa mikið opnanir. Já. Og við getum bara valið hvaða leiði förum að markið sko. Jæja, 5 sekúndur eftir, hver tekur að skari, kemur skotið hérna og þetta er vel skotið. Frábært mark. Anna Katrín Bjarkadóttir, lagastöðin í 24-7 sem eru hálfleikstölur. Já, það má svo sem alveg segja það, þetta sé nú eiginlega orðið ljóst að K.A. Þór vinnur þennan leik en það er eins og ég segi, við þurfum að nýta okkur leikinn, það er hálfleikurinn eftir. Við þurfum að halda að prófa nýjar útfærslur. Við reiknum með að Andri fara að skipta inn á núna í seinni hálfleik og það kemur pottet einhver breyting strax í byrjun seinni 5 mínútur eftir að hálfleikurinn byrjar, þá kemur meira. Þá kemur líka tækifæri fyrir afturheldingu að aðeins að skerpa á sínu. Já, algjörlega. Sjáum hérna markaskorurina. Rut Jónsdóttir með 7 mörk, K.A. Þór Aldís átta 6, Unnur Ómarsdóttir líka 6, Rakel Sara 3 og Ásdís Guðmundsdóttir 2. Sunna Guðrún Pétursdóttir með 9 varða bolta, 56% vasta, þar af 1 víti. Frábærlega gert hjá stelpunum. Hjá gestunum þar er Susan Ines Gamboa, markaðist með 3 mörk. Anna Katrín Drífa Garðars Lovísa Líf og Katrín Helga Alla með 1 mark. Í markinu er Tanja Glóey með 2 varða bolta. Og já, fara af 1 víti. Já, tók Mörtu þarna niðri vinstra megin. Sjáum svo heildartölfræðina 24-7 hálfleikstölur, skotning K.A. Þórs 83% sem er virkilega vel gert. Hinum megin eru 33% og eins og þetta er búið að vera svona bara leikur kattarins að músinni. En það þarf líka að hafa fyrir því að koma sér í þá stöðu. Já, þú þarft að koma þér í þessa stöðu og þær eru búin að leggja mikið K.A. Þór í að keyra. Eins og sagðir áðan, þær hefði ekki slakað á í 1 mínútu í leiknum. Já, algjörlega. En já, ég held að förum bara segja þetta gott í bili. Já, sjáum svo að 5 hraðarsmörk. Það væri alveg áhugavert að sjá tölfræðina yfir seinni-bylgjumörk hjá okkur. Já. En annars já, þetta er búið að vera frekar þægilegt. Leiðum svo tímalínuna að lifa, hún er svo sem mjög stígandi.
Hún hérna, sjáum þetta Káa Þór leitt frá fyrsta marki og þetta hefur hérna aldrei verið spurning, komist í 4-0 maður rétt og Já, svo skorar aftur líka næsta marka eftir 11 mínútur ef ég manni rétt líka, þannig að þetta svona kroppast inn. Algjörlega. En já, tókum við smá pásu og komum svo ferskinn setna á leikinn. Heldur betur.
Já, þá erum við að vera klár hérna í seinni hálfleikinn. Það rífandi stemming í KFL-inu. Skítamórall og Sálin og veit ekki hvaða gamli skólinn að sjá tónlistina í hálfleiknum. Það vel. Og KF Þór að fara að hefja hennan síðari hálfleik. Eru í ansi góðri stöðu eftir frábæran fyrirhálfleik 24-7. Á sama tíma eru Fram með 13-10 yfirgættu Val í hálfleik. Sem svo sem bara fínt fyrir okkur að hérna, þá varum við að fara upp fyrir Val eins og þannig núna. Við viljum að Valur vinni leikinn. Já, upp á að geta unnið deildina. Já. Í rauninni lítið bara hvaða úrslið sem jákvæð því að ég aðalega að horfa á topp 2. Við þurfum að horfa í síðustu dollu tímabilsins. Já, boltinn á línuna og þessu í hornið og Rakel Sara klárar enn hún að setja niður við klófið. Hildur Lilja kemur vel inn í leikinn. Já. Sáum hérna eins og tölum að það eru einhverja breytingar. Kristín komin í hornið og já, Anna Marie og Hildur Lilja. Anna Marie komin inn. Kata tekur vörðina fyrir Hildur Lilju. Já, ég hef alltaf rosalega gaman að fylgjast með Kötu í bakkarinu, hún gefur aldrei þumlung eftir. Já, hún búin að vera hrikalega sterk. Og þetta fín hreyfing hérna og aukastið dæmt hérna. Hérna vilja afturinn fá eitthvað meira. Já, ég svo sem alveg skilið vítið en ég samt að aukastið sé samt réttari dómur. Já, kemur leysingin í horninu, Rakel Sara loka bara á það, engin leysing. Já, sem var kannski fínt að því sem að Súsan var að færa sig yfir. Og það rosalega vandræði hérna á þessari fyrstu sókn gestana, höndin uppi og það verður eitthvað að fara að gerast. Boltinn í andlitið. Já. Þetta hefur verið mjög óþægilegt. En þessi sem betur verið var þetta kannski ekki fastasti bolti í heimi. Nei, virkaði saklaust. En vonandi í lagi með Huldu. Nei, nú viljum við sjá bara þær sem eru að koma inn núna. Við höldum svona nokkuð uppteknum hætti, höldum áfram að keyra. Þú veist alveg saman út í sem búin að vera að skipta leikmönnum. Fyrir okkur hrikalega gott að Rut, Marta, sérstaklega kannski þess að þær geti hvílt alltaf mikið. Já. Unnur líka, Unnur búin að vera átt við meiðsli í vetur og fínt að hún fá að hvíla. Já, sammála því. Og líka bara Kristín líka bara virkilega skemmtileg leikmaður að ég gaman að sjá að hún fái sénsinn þetta. Já, Kristín náttúrulega var frábæri síðasta vetur og hérna náttúrulega hotmaður nr. 1 í Íslandsmeistaraliði. Já. Já. Þarna er spurning hvað Bjarni ætlar að gera. Hann má gefa 2 mínútur á þetta. Já. Fín ógn hérna hjá þeim og skotið svo eins og beint á Sunnu. Og Sunna, hvað með þessi 10. varða skot. Þetta er búið að vera svona dálítið lýsandi fyrir leikinn hjá hérna Katrínu í dag. Þessi gólfskot sem hafa yfirleitt farið beint á markið. Já. Aldís losar hann hérna á Hildi en grípur hann illa. Byrjuð bara aftur. Hérna bolta eigum við vantarlega, já. Já, við þurfum bara að spila boltanum aðeins. Við þurfum aðeins að þvinga þetta núna. Þurfum að fá þetta bara svona nokkuð gott flæði. Hann dregur Anna Marie frá, góð sending í hornið. Já. Og vel gert. Núna ætlaði Tanja að loka klófinu, var mætt niðri en þá sá Rakel við henni. Hún ætlaði bara ekki að fara í 3. skipti í röð í klófið. Það var bara mark eða ekki mark, bara ekki í klófið. Já, Rakel Sara 5 mörk, 5 skot. Já. Og Kata stilur boltanum og missa hann svo út af kjölfarið. Ég held ég hún vildi kannski fá fríkastið en nei, áfram með leikinn. Bjarni stoppaði tíman.
Já, það má víst stoppa tíma þegar dómurum finnst tilfinning fyrir því. Það ekki allir sammála því. Það svo sem með margt í handboltanum að það þessi gamla góða tilfinning dómara. Já, fínt flott á bolta. Já, vel spilað. Og vel klára. Já, þetta var flott spil hjá Sörlingu. Mjög flott spil. Hann fekk boltinn að fljóta mjög vel. Já. Og Lovísa klárar og þetta er allt galopið fyrir Aldísi og sjáuði hvernig hún klárar þetta. Hildur Lilja, Aldís, Rut, Aldís, skiptir engum máli. Bara þessi örfend þarna með Aldísi. Það voru í góðum málum. Aldís Ásta 7 mörk, 7 skot. 100% skotnýting. Virkilega vel gert. Enn eitt gegnumbroti. Æja. Já. Það er skot hjá Aldísi en búið að flutta hana. Það er að komast í. Þetta var flott í síðustu sókn. Þannig að við þurfum að halda áfram. Já. Ásdís átti gjörn á þetta. Þetta er vel gert hjá Sunnu. Og Aldís bjargar í kjölfarið. Og Anna María en þarna kemur frábært vel varið. Mjög vel varið. Já, þetta var alveg par excellence hjá Tönju. Við sjáum það að Ásdís dált í gjörn á það í þessari stöðu að koma dált í blind á miðjumannin. Þegar að heppnast ekki þá lítur það hrikalega illa út. Já. Þetta á línuna og Susan er það rosalega sterk og Kata er að fara út í 5 mínútur, já. Lendir hann aftan í henni. Þarna hefði Kata þurft bara að sleppa. Já. Kata sé bara svo vön því að ná alltaf að stoppa hvaða leikmann sem er. Anna María líka á tæpasta vaði með peysutók. En afturhending verður að nýta aðeins betur yfirtölu. Já, það hafa ekki nýtt yfirtöluna vel í dag. Það verður bara að segjast eins og er. Og í rauninni lítið gengið upp hjá þeim í dag, bara punktur. Já. En við þurfum alltaf að vera að nýta sénsinn. Kemur Hildur inn á miðjuna með smá pláss og upp með þig. Losar hann svo bara Aldís og Aldís klárar. Ef það er með leikmann sem skorur öllum skotum þá sjálfsögðu sendur á hann. Já, algjörlega. En ég er samt til að sjá að Hildi bara negla hana. Það var enginn út á mótinni og Hildur er góð skytta. Þetta var hörku færi fyrir hana. Hún á bara að vera hvergi í bangin. 20 marka munur og ná ekki að opna hotnið þarna. Full mikið hjálp frá Kristínu þarna. Já, það er svona svolítið ákafar. Höndi komin upp núna. Boltinn á línu og Susan er að skora enn og aftur. Vil ég sjá Sunnu stíga aðeins betur á mótinni. Hún á mjög öðvöld með að skora þessi lífmörk. Já, þetta er svolítið svona sóttanleikurinn gengur svolítið út hjá þeim að reyna að finna Susan. Þarna! Vel gert, Hildur Lilja. Þarna var hún aðeins ákveðin á hann. Og smýr hann bara upp í skeytum fjær. Þetta var alveg upp á 10. Virkilega vel gert. Frábært. Já, virkilega vel gert. Það voru allar farnar í hreyfinguna út frá sendingunni en hún kom aldrei. Það er bara sjálf. Það var smá feik. Þetta var einfallega feikilega vel gert. Feik. Það voru búin að endur einn og okkar mann. Hann hafi verið jafn mörg. Já. Já, svo aftur! En þá kom að því. Nei, kom klikkið. Þá kom klikkið. Í einhverju bulli. Jæja. Ég ætla ekki að segja að rakja alltaf inni úr þessu færi. Hún sett hann í klófið. Já, líklega. Og kemur skot fyrir utan. Ó, þessi
fer í gegnum hendurnar á Sunnu. Já, ég held að Sunna vel að fara að hugsa aðeins fram í tíman hvað ætla að gera með boltan. Hildur í hornið og ekki dæmt, áfram með smjöri bara. Mjög áhugavert, en allt góðu. Ég held að spili aðeins inn í munurinn á liðunum. Ég held að gera það alveg pottitt. Og Sunna með flotta vörslu. Já, við erum gjafmildir hérna, allir góðu skap í dag. Þetta svipa oft á tölfræðarblaðinu. Það var alltaf góð hugsun. Mjög góð, hún fór rétt hótt. Já, það verður að koma 9 mínútur á þessum seinni hálfleik eins og þetta er náttúrulega í rauninni bara forsatrið að klára þetta en við endilega viljum við samt fá eitthvað út úr seinni hálfleiknum og hérna fáið þetta fót. Já, við getum alveg fengið, þú veist, hörku seinni hálfleik. Það er ekki spurning. Já, eins og segir, Hildur Lilja, hún er að koma flott inn, hún er að minna á sig, hún er klár í ábyrgðina. Anna-Mari, við sjá hana líka taka aðeins meira skarið. Þetta er nákvæmlega tíminn til að sýna og sanna að stelpa sig klárar í stærri hlutverk. Sammála. Þetta er línuna og hann kemur bara aldrei sást aftur. Og víti, já. Aldís Ásta algjörlega mögnuð að vanda. Ég held að fara að styttast í það, Andri fara að hugsa smá pásu fyrir Aldísi. Já, fer Anna-Mari Jónsdóttir á punktinn. Hvað gerir hún hér? Hún skorar. Já, frábær skot. Já, hennar fyrsta í leiknum. Aðeins að ná að binda vörnuna betur, hún er ekki búin að byrja alveg jafn vel núna og var í fyrri hálfleik. Já, gott flott á bolta. Og bara að finna færið sem kemur þarna. Þetta er frábærlega klárað. Já. Drífa með sitt annað mark hérna. Og þetta eru 2 mínútur, eða hvað? Nei, sleppum við að... Já, 2 mínútur. Já, þarna kemur hún með útréttar hendur. Já, á leikmann nummer 11. Silvía Björk þarna. Já, afturrelding með aukamann í sókninni. Taka markmanninn út af. Anna-Mari, frábærlega unnið tilbaka eins og var hjá Unnu Katrínu. Og Katrín 2 mínútur aftur. Já. Það er hárrétt hjá Bjarna. Já, Hrafnhildur gerir þetta mjög vel gert hjá hann að klára þetta þátt fyrir brotið. Og já, Katrín Viljánsdóttir komið og það er brotið sannir strax. Ekki nógu gott hjá fyrir Kötu. Nei, það hefur kannski kveikt aðeins svo mikið okkar konu að fá bæði skítamann og sálina í playlistanum fyrir leik. Þá er Huldur komin inn á Aldís sest á bekkinn. Og Júlía. Já. Kemur inn í hægra hornið, væntanlega á eftir að koma með einhverja innlýsingar. Þarna gott færi. Já, og þetta er væntanlega vítakast, já. Hárrétt, ég vil sjá Hildur Lilju bara á punktinu sjálf. Þótt að Anna-Mari hafi skorað á hann. Já. Hildur átti frábæra vippu í síðasta leik. Heldur betur, eftirminnileg. Þannig ætli Anna-Mari haldi áfram niður í vinstra megin eða hvað? Vildum við skeytin hann það? Uppi hægri var það og út af. Já. Já, ég held að Anna-Mari þurfa aðeins að slaka á. Bara aðeins að ná sér niður þar sem að hún ætlar svo mikið að skora. Já,
skiljanlega, aftur í gegn þetta er viti og takkar við sem 2 mínútur. Mér finnst þetta freka grimmudómur. Já, hún hálf flækist bara í það, það ekki hún sé að reyna að brjóta á henni. Eins og einhver sagði, hún gat ekki látið sig hverfa. Æja, Hrafnhildur á punktinum og skorar af öryggi. Eins og eru 3 brottvísanir í gangi. Já. Sagði ekki einhver, bæði liður einu færri. Já, við þá 2. Reyndar virkilega góð lína. Þetta þýðir það að Aldís þarf að koma aftur inn. Bara virkilega gott. Fyrir horni, kemur með innleysingu. Þarna. Aldís nýtir sér vel, blokkina frá hennu fyrir virkilega flott. Það er magnað að fylgjast með Aldísi, komið 9 mörk. Og þetta er vel gert af Harðfylki. Nei, Bjarni. Þarna, ég ætlaði að fara að segja að hún sleppti á hárréttum tíma, en það var Bjarni ekki. Þannig við erum með 3 leikmenn í brottvísinu næstu 2 sekúndur. Já, það er einhver smá klikk á töflun okkar í KTV, þannig að við erum aðeins eftir á með brottvísinnar. En já, svo þriðja. Það eru 2 mínútur í næsta 2 sekúndur sem eru þá komið núna. Þá kemur Rakel Sara Elvarsdóttir í hægri skyttu. Já, það er ekki oft sem að sé Rakel í skyttunni, en tóka vel hérna með 3. flokknum fyrir 2 árum. Já. Og þarna halda góðu, flott, þarna skilsilegt hjá Aldísi, aðeins að kroppa tíma. Gaman að sjá Rakel taka hérna 1 á 1. Já. Aldís við það komast í gegn þarna. Maggi myndatökumaður, hann var ekki sáttur við þetta. Æja, höndi komin upp, Rakel Sara. Klippir hérna við Hulda fyrir gegn og skora. Þetta viljum við sjá bara 2 mínútur tilbaka, en þetta kemur lítið á það, prjónakonan Hulda Bryndís klára þetta. Ótrúlega nösk að koma sér í gegn. Heldur betur. Og já, þetta er fyrsta markið á Huldu í dag. Það fóðum við kuttu inn á, ætlum hún verði lengi. Já, ok. Og boltinn í stöngina hérna. Já. Við erum að lifa hana kafla vel af. Þá eru 25 sekúndur í mannin, en við erum náttúrulega með fullskipaðan sóknarleik, það sem að Sunna er út af. Já, það brotið að Huldu þarna. Nú erum við með fullmanna sóknarleik. Já. Gleymdum eitthvað aðeins að pikka mannin inn á. Fáum flota bolta. Hulda sér þarna Aldísi í gegn. Þarna eru 2 mínútur. Hárrétt hjá Bjarna, fyrir andlit. Og þetta er maður víti. Já, ég er sammála þessu, bæði vítinu og brottisunninni. Og Aldís ætla bara sjálf. Já. Hún ætlar að telja mörkin, það ætla að ná 10. árum fyrir út af. Já, hún veit að stutt eftir hjá henni. En hvað gerist? Skorar. Frábært mark og þá fyrir hún út af. Já, þetta var skrifað í skíin. Frábær leikur í Aldísi hvort sem þessi í vörn eða sókn. Já, hún er búin að vera virkilega sterk í dag. Og nú er það gestinni sem eru manni færri eftir þetta langan kafla sem við vorum að Já, þetta er orðið tölvöld mikið af mínútum sem að liðin eru búin að vera út af núna í seinni hálfleik. Kemur einlýsingi á afturhaldingu. Já, Hrafnhildur losa boltan vel og fá hornafæri. Silvi vel gert og Hallnarlega Sunna vel. Já. Virkilega vel spilað hjá gestunum, en það er bara að klára þetta. Sammála. Hann er 2 mínútur eða hvað? Erum við að fara að sjá eitthvað meira? Ég held ekki.
Ég held að sé bara það Ég myndu. held að það væri allir hérna til að sjá bara 2. Já. Anna Marí bara Annað er óþarfi. Bímistandi. En þeir eru að fara í vassan. Nei. Það er rautt spjald. Rautt spjald á Þórildi Völu og Við að hvað fórir bara strax vel á milli þeirra og það alltaf. Og með stöðunum. Ef þú horfir á afleiðingu brotsins, leikmaðurinn stendur upp, klár, ekkert vesen, 2 mínútur. Já, sammála því. En já. En þá rétt tæpar 14 mínútur eftir þessu afturling 2 mönnum færri núna. Já. Sjáum það að frammi kom í 20-10 á móti Val. Staðan í hálfleik var 13-10. Já. Vá. Það þýðir það að Valur er að fara detta niður í þriðasætið fyrir lokaumferðina. Og Fram er að tryggja sér deildarmeistaratitilinn. Já. Og meðan við vorum að skoða þetta kemur Tanja með svakalega vörslu frá Önnu Marí. Aðeins og erfitt þarna hjá Hrafnhildi. Já, ég er svolítið ánægð með Hrafnhildi í seinni. Hún er svolítið búin að taka skarið og það er svolítið svona ógnunin er í henni. Já, og Anna Karin líka. Hún er búin að vera flott. Sérðu hérna. Já, flott hjá henni, já. Anna Karin er búin að vera svona kannski mest ógnandi finnst mér í seinni hálfleik hjá liðinu. Já. Þetta keirir á þetta og fær viti. 2 mínútur ef allt er eðlilegt. Já. Anna Marí að fara í sína aðra 2 mínúnda brottvísun. Það virðist vera mjög erfitt fyrir liðin að hanga inn á. Já. Þetta er í 3. skipti sem eru 3 leikmenn út á sama tíma. Já. Það er gott að séu vanir menn á rittaraborðinu, halda utan þetta allt. Ég reynda góða sögu hálfleik að Sigþór Árni, hann kom alveg brjálaður að Sigga Frost á klukkunni að vantaði mark. Náði bókina sína og sýndi Sigga. Siggi las yfir og sagði hann, nei, Marta skoraði ekki úr vítinu. Þannig að Sissi var búin að bara bóka það fyrirfram. Já, ok. Þannig við þurfum ekkert að efast þetta rittaraborð. Nei, svo sannarlega ekki. Æja, áframhendur svo gestana, drífa náða þarna bjarga sem bolta og frábær hreyfing! Vel gert en framhjá. Það er algjör synd að þessi hreyfing hafi ekki enda með marki. Fíblaði sko bara að sko 4 hérna upp úr skónum. Risafæri. Eins og segja, Anna Karin er búin að vera virkilega flott hérna í seinni hálfleik. Já. Hún er búin að, finnst mér, vera mikið drífandi fyrir þetta afturhundslið. Já. En þá er að K.A. Þór að nýta sér yfirtölunum hérna megin. Og Aldís Ásta. Nei, Júlía fyrir ekki inn. Það er svo sem er rétt endi í herrhorninu. Það var að halda breytinni. Aldís brott hjá henni. Já. Júlía heldur áfram inn á. Fer að styttast í höndina, Hulda, já, tvígrip. Þetta er rétt. Þetta er ekki á réttum stað. Nei. Ekki þetta heldur. En þetta er í markinu. Já. Silvía með mark yfir allan völlin. Já, þetta gerum vel. Saman tíma svona klaufalegt hjá Huldu. Já, þetta var mjög furðulegt. Þannig að þá vil ég fá, og ég verði alveg til að sjá innlýsingu hjá Júlíu. Sem er ekki að fara að gerast núna, þar sem að þeir eru komin hinum megin. Hildur, gólfskot. Varið, þá er svo snett. Sunna mætti ramman. Vel gert hjá afturhendingu. Já, það er gott hjá Lovísu. Lovísa hafði lífi inni. Góð sending hjá Brynju yfir völlin. Þannig að núna þurfum við að, þú veist, ná upp smá tempói í sendingarnar. Halda breytt. Hulda á Hildi, Hildur. Nei. Tæp á skrifunum, já. Já.
Ég segi já, Júlía má koma með leysinguna, alltaf línum að upplægi. En kemur inn hinum með frá, Kristín kemur inn. Hildur flott, reyning hjá henni í Og hotni. kottum henni í klófið. Nei. Það er bara fjær. Frábæla kláraði öfugu hotni af línumannunum Júlíu. Frábær Júlía. Ára síðustu, 9,5 mínúta. Já. 18 marka munur, alveg klárt að K.A. Þór að taka 2 stig fyrir í dag. Þetta er boltan. Bara laus bolti. Já, Götu. Katrín Viljánsdóttir fyrir í gegn og... Þetta er hárrétt, held ég. Það er svona spurning hvort það hefði verið brotið á henni, en jú, vissulega búinn Ég skrifið. held hún hefði þurft bara að leyfa henni að brota. Víti, 2 mögulega. En það er næsta vörn. Já. Já, mæti Kata strauginu þarna og svo kemur... Fríkast, ok. Já. Katrín þarf aðeins að hafa vaðið fyrir neða sig. Hún á ekki marga sénsa á dómarunum í dag. Nei. Komið 2. Og Anna Marín líka. Hvað gerist á línunni þarna? Æja, áfram bara. Kristín vísar henni bara út af. Já. Hendi kominu. Hérna Hrafnhildur með þessa hreyfingu tilbaka og... Það er bara rauðningur. Nei. Bara lausbolti. Hún reyndi að finna hotni en þessi sending var aldrei að fara að rata á hennar Lovísu. Kemur Anna Marí, skorar en búið að flauta. Fín hreyfing. Já. En já, áhugavert að Framsýr hreinlega slátra Val. Já, bara það eru 8 mínútur eftir að leiknum og staðan er núna 20-12. En já, greinlega hrikalega góður kafli hérna byrjun setni hjá Fram. Kemur Anna Marí með skot yfir, þeir vilja meina að það hefði verið snerting. Já. Ég held að við erum það sem er kannski munurinn núna til þess að K.A. Þór-liðinu í seinni hálfleik, það hefur vantað kannski aðeins fyrir þær að ná að keyra aftur upp en að hraða. Já, sammála því. Við erum meiri í uppstiltu sóknum og Afturelding bara búið að gera vel hérna í seinni hálfleik, sóknarlega. Já, en vissulega er þetta alltaf erfitt að ná að koma inn og halda sama dampi. Ég held að þetta sé fyrsta skipti sem að Anna Þyri klikkar og fær ekki víti. Já, ég er sammála því og líklega fengi vítið í öðrum leik þegar hún ætlaði að horfa á Bjarna furðulostinn. En þá er kannski bara stóra spurningin, það eru 2 eftir á bekknum hjá okkur sem hafa ekki spilað í dag. Það eru Erla Leiður og Arna Valgerður. Já, ég held að þeirri spurningu verður mjög auðvitað að svara. Það er bara nei. 2 alltaf sem er kannski ekki beint svona vanar að stökkva í þau hlutverk sem við erum hugsað sem backup í dag. Nei, það sammála. Þá kemur Kristín með innlýsingu. Þetta var skrítin sending á línuna. Þetta var fyrirsjánlegt hjá Önnu, eins og við erum svolítið að þvinga hlutina. Það er kannski svona líka, eins og segir, vissulega vantar hraðan og meiri ógn á okkur en við erum ekki nóg að þólum á þar. Já, algjörlega og við erum að taka vitlaus og séns í staðinn fyrir að láta boltan ganga bara pínu lengur, komið 1 og 1 árás, fá fríköst. Þetta er klaufalegt. Þetta er hvað? Nei, og að tæpa hana, vantaði pínu tími viðbót, góð sending á línuna og Brynja fær víti. Anna Marí sleppur hérna með skrekkinn. Já. Bjarni hleypur hann á hana. En já, Anna Marí. Er þetta varðið, Gústi? Já. Já. Að sjálfsögðu. Skildi fótinn eftir. Að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu, Gústi minn, að sjálfsögðu. Háká Káa í kórnum, það byrjaði allt saman maður. Fótbolta.
Sunna 14 varinn skot, þar er 2 víti, flottu leikur hjá henni. Virkilega góður. Og Hildur. Já. Ég segi það er kannski þolinmæðin sem kannski vantar aðeins upp á, en svo sem kannski skiljast með stöðuna. Já, þetta er eitthvað skot sem við vildum sjá Hildur Lilju taka allan daginn. Bara frýtt fyrir faman, en við erum varð hjá Tanju. Og flott skot hérna, Hrafnhildur Hólm. Nú vorum við ekki búin að skora í rúma 5 mínútur. Lengsta markaförin í dag hjá okkur. Nú er Hildur bara komin í gegn. Slakur bolti hérna út. Og 4 mínútur eftir að þessu bara spilti hversu stór sigurum verður. Vel gert hjá gestunum. Frábærlega varið á Sunnu. Flott innlýsing frá henni Drífu á móti bolta, en Sunna einfallega sá við henni. Hann fyrir boltin undir stúkuna. Bara næsti bolti. Tanja Glói er búin að vera flottan seinni hálfleik hérna í markinu hjá gestunum. Var með 2 varða bolta í fyrri hálfleik, komið með 9 boltar núna. Svona brúa aðeins spilið á milli sín og Sunnu. Virkilega góð leikur hjá henni. Sérðu, varið. Júlía það viti og 2 mínútna brottvísun. Gústi, hver er að fara á punktinn? Ég sýnist Anna-Mari vilja það og ætla að taka það. Það var held ég bara að kvefa frekust. Ég elska þetta. Bara beint á punktinn, bara frekjast í það. Skorar, Ekki flókið. Anna-Mari 2 mörk vítum. 3. markinu í leiknum. Hvað ætlar Afturlending að gera núna? Anna-Mari stelur boltanum aftur. Vel gert hjá Önnu Karen. Frábærlega drifið sig í gegn þarna. Brynja Rögn. Maður eiga það að þetta gerur mjög vel og Hildur fljóta að reyna að refsa þarna. Frábær varsla. Þetta kom svona glefsaði sem voru að gera í fyrirhálfleiknum, að taka hraða miðjur og koma setjabyggjuna. En Tanja, eins og segi, bara búin að eiga flottan seinni hálfleik. Standa sig frábærlega í seinni hálfleik. Kemur innlýsing. Árós og Önnu Karen. Smá brasaði núna. Hrafnhildur. Hildur stendur vel. Kemur Anna Karen. Flott vörn með Júlíu og Hildur saman hana. Ég er alltaf mjög hrifinn að sjá Júlíu í vörninni. Rosalega stór og bara först fyrir. Virkilega kraftmikil. Þessi endar í netinu, Hrafnhildur Hólm. Ég vil koma í vörninni þarna. Í það mund sem að fá fullskipa lið. Einu og hálfu eftir. Þannig að nú viljum við sjá eina bara virkilega góða sókn. Gott gegnumbrot. Kemur Hildur inn á línuna. Línusending og Júli. Sittur í stöngina og frákastið hjá gestunum. Þetta var vel útfarsókn. Virkilega góð sending á Hildi. Sammála því. Og þetta er... Þarna kemur Katrín með fínt mark. Alveg út í stöng. Gott að það var ekki bara stöngin inn. Það heldur betur. Nú var ekki stöngin inn. Það er ekki hægt að vera En það er búin að ná að minkindinni í 15 hérna, 3 mörk í rauðu Afturlendingu. Þær fara allar með á bækinu og hafa unnið seinni hálfleikinn. Hildur.
Aftur Júlía. Og Júlía vítakast. Ekki einhver spurning og Súsan Súsan sleppur þetta skipti. Já, bara flott. Þá kemur vippan. Já. Ég ekki að segja vippi núna, en hún setur hann. Örugt. Nei, vel varið. Tanja heldur uppteknum hætti þetta í seinna hálfleik, búin að vera algjörlega frábær. Já. Hvað hún komið? 12 bolta? Það komið 11 bolta, 9 í seinni, þar af 2 vítaköst. En þá var þetta búið, 36-21 sigur K.A. Þórs hér í dag. Eins og þetta var alltaf bara frábær fyrirháleik sem lagði grunninn að þessu, þetta var algjört formsatriði í þessu seinni. En vel gert hjá Við erum búin að náum að rúla vel á liðinu og hvíla leikmenn líka, skilurðu, þannig að þetta búið að vera löng leikjatörn. Já. Þannig að þetta var bara góð leikur í alla staði fyrir okkur. Sammála því og líka bara þetta er rosalega gott að það fengu allir visst hlutverk í dag og svo líka bara gott upp á það sem er framöndan. Það eru risaleikir framöndan, Valur í lokaðum fyrir deildinni, úrslitakeppnin, að svona núna held ég að séu allir nákvæmlega vita sitt hlutverk og hvað þau geta skila til liðsins. Virkilega sammála og það verður bara spennandi að fylgjast með hvað er að fara að gerast. Búið að vera góð stígandi í liðinu, vinna vel, æfa vel. Þannig að ég er mjög spenntur fyrir þessari úrslitakeppni sem er framöndan. Fyrsta lagi ætlum við að byrja á því að klára Val á fimmtudaginn. Já. Og svo ætlum við bara að horfa fram veginn. Og við sjáum það hérna, Fram er að vinna Val 24-16. Þannig að við getum í rauninni bara óskað Fram til hamingju með deildarmeistaratitilinn. Já, vel geta þeim. Og þá bara fyrir okkur að komast hærra í töfluna. Já, eins og annars þetta skiptir miklu máli. Þá ertu laus við að spila áttalega-úrslitin og þá getur liðið kannski einbýtt sér aðeins betur að því að undirbúa sig og kannski líka fá mat tilbaka. Já. En eins og gefa stelpunum orðið. Já, Kata kann þetta. Alveg ótrúlega lungu. Algjörlega. En já, það er það nóg framundan áfram hjá okkur. Strákarnir spila sinn lokaleik í deildinni á morgun gegn Gróttu á Seltjarnarnesinu. 1800. Já, þá kemur ljóskorti spilum á móti Haugum eða Val í úrslitakeppninni. Svo í kvölduna klukkan 7 þá er K.A.H.K. í Blaki Kalla. Á morgun mætast liðin aftur í Blaki Kalla og stelpurnar spila svo klukkan 15:30 og lyfta þá deildarmeistaratitlinum. Þannig að það er Blakveista framöndan hér í Gáfélaginu og já, K.A. Þór spilar eins og segja móti Val í lokaumferðinni fyrir sunnan. Þannig að það er smá bið í næstu heimaleiki hér í handboltanum en það er endilega bara að fylgjast vel með og svo ætlir fótbolti að fara af stað. Já, bara fyrsti leikur í næstu viku. Já, 20. apríl og núna á mánudaginn klukkan 8 á Bryggjunni er kynningakvöld. Endilega mætið þið koma ykkur í gírinn því að það er eitthvað í loftinu. Það er svo hrikalega sammála, Gústi. Það er eitthvað í loftinu að við erum að rísa hátt í því sem við erum að gera. Já. Það er bara nákvæmlega sama hvaða deild það er, það er æðislegu kraftur í félaginu þessar mundir og ég held að fótbolti muni bara að halda áfram sem er horfið frá síðasta sumri sem við endum í 4. Ekki spurning. En já, ég reynir með þessu markatöluna hér marka skoraran í dag. Aldís Ásta 10 mörk úr 11 skotum, Rut 7 úr 8, Unnur 6 af 9, Rakel Sara 5 af 6, Anna Marí 3 af 7, Ásdís Guðmunds 2 af 2, Júlía Sóli 1 af 2, Hulda Bryndís 1 af 1 og svo er Hildur Lilja 1 af 5 og Sunna Guðrún 15 varði boltar í markinu, þar af 2 vítaköst og 43% varsla. Hjá gestunum þar er Hrafnhildur Hólm markaðist með 4 ásamt Susan Ines Gamboa, Anna Katrín Róðisalíf, Katrín Alla með 3, Drífa Garðars með 2, svo var Silvía og Brynja með 1 mark hvor. Og í markinu Tanja Glói 11 varði bolta, þar af 9 í þenni setni og 2 varinn víti.
En já, hérna sjáum við heildartölfræðina. Þetta eins og segja, við vorum með 83% skotendingu í fyrir áleik, afturleiting 49, þetta er náttúrulega jafnast aðeins í seinni, náttúrulega seinni áleiku eins og segja bara forúsatriði. En í heildina aldrei spurning hvar þessi sigur myndi enda. Nei, það er alveg sammála og ég vil bara setja hrósið á Tönju í markinu, bara hún átti frábæran seinni hálfleik, virkilega góðan seinni hálfleik. Já, og einmitt, komum við vekk fyrir það að þetta yrði enn verra því það var árið 29-9 þannig upp í seinni, það var 20 marka forskot sem var mesta forskot í leiknum. En já, annars held ég fyrir bara að segja þetta gott. Magna að hafa með okkur í dag, Egill. Ja, bara geggjað að fá að vera með og skemmtilegu tími. Já. Og eins og segi, þessi sigur, þann lyftir stelpunum upp í annarsæti fyrir lokaumferðina, þannig að ef ég man rétt að dugur okkur þá jafntefli, minnir ekki bara rétt, okkur dugur jafntefli, við erum stígi fyrir ofan Val. Og við eigum innbyrðis alltaf Val sem mun aldrei koma fyrir, það sem við erum á munna stíginum. Einmitt. Þetta er flott, annars já, þökkum við bara kærlega fyrir öllum sem komu að útsendingunni í dag, sem fáum það upp á skjáinn. Já, það er svona. Já, Ágúst Stefánsson heiti ég og eins og Egill, það kærlega fyrir aðstofuna og Magnús Örn Bergþórsson á myndavélinni, Magnaðar að vanda og Stefán Jónsson sá útsendinguna. Annars takk kærlega fyrir áhorfið og höldum áfram að fylgjast vel með starfinu hér í KA. Bless, bless. Helviti gott.